Komið sælir áhorfendur Hringbrautar og velkomin í þáttinn Atvinnulífið. Í þessum þætti okkar Friðþjófs Helgasonar var ætlunin að fjalla efnahagslífið á Íslandi að afloknum gjaldeyrishöftum, en í ljósi ummæla fjölmargra viðmælenda okkar tók þátturinn nýja stefnu og við höfum ákveðið að beina kastljós okkar að Seðlabanka Íslands sem verið hefur mikið í fjölmiðla umræðinu að undanförnu. Þá ætlum við einkum að fjalla kærur Seðlabankans á hendur Asertamönnum og Samherja hf. Auk fleiri mála. Það skal skýrt tekið fram að forsvarsmönnum Seðlabankans var boðið að koma og veita svör við þeirri gagnrýni sem að þeim stendur, en þeir afþökkuðu allir boðið. Þá skal þess einnig getið að hljóðbrot af samtali Þorsteins Más Baldvinssonar, forstjóra Samherja, við Seðlabankastjóra, sem við ætlum að birta undir lok þáttarins, algjörlega á ábyrgð Þorsteins Más. Eins og alkunna voru gjaldeyrishöft sett á Íslandi fyrir réttum 9 árum. En rifjum nú aðeins upp hvernig þetta fór allt fram. Vilhjálmur Egilsson landsmönnum vel kunnu fyrir störf sín fyrir þátttöku í stjórnmálum og störf fyrir samtök atvinnulífsins. Ég hitti hann að máli og spurði fyrst út í hvað stóð upp úr þegar að gjaldeyrishöftum var komið á haustið 2008. Það sem að skipti máli var það að prógrammið sem að Alþjóða gjaldeyrissjóðurinn setti upp í samstarfi við íslensk stjórnvöld í framhald af neyðarlögunum var að mínum mati alls ekki nógu gott og markaðsfjandsamlegt að mörgu leyti. Ég nefni gjaldeyrishöftin. Var eitthvað rætt við ykkur hvernig þessum lögum framfylgt sem sagt? Já, við vorum í nánum samskiptum við stjórnvöld eftir setningu neyðarlaganna og allan tíman. Þannig að við komum alveg að því máli, en reyndar ekki að undirbúningi lagana gjaldeyrishöftin. Enda spyrntum við þá mjög fast gegn fótum á þess að hafa erindi sem erfið í því. Mikla valdaheimildir færðar eða settar í hendur á Seðlabankanum. Var einhverju umræðum að þetta geti verið hættulegt? Ég kom allavega fyrir þingnefnd og mótmælti þessu mjög harkalega. Það verður að geta þess að þegar höftin eru sett á upphaflega var það selt mörgum á þeim forsendum, þar á meðal þingmönnum, að höftin yrðu aðeins í 3 mánuði. Og ég veit ekki til þess að nokkur einasti maður hafi borið ábyrgð á því að plata þessi höft inn á þingið. En nú liðin svona tæplega 10 ár frá setningu gjaldeyrishaftanna og nú búið að aflétta þeim eins og við vitum og erum að fjalla hérna í þessu þætti. Hvernig finnst þér Seðlabankinn hafa staðið sig að verja höftinu og að hafa eftirlit með einstökum fyrirtæki sem þeir töldu að brotið hafi lög? Ég held að það sé nú ekki hápunktur í starfsferli nokkurs einasta manns í Seðlabankanum að framfylgja gjaldeyrishöftunum. Garðar Gíslason hæstaréttarlögmaður og fyrrverandi varaskattrannsóknarstjóri ríkisins. Hann hefur mikla reynslu af lögmannsstörfum og samskipti við eftirlitsstofnanir. Ég hitti hann á lögmannsstofun sinni við Smáratorg og spurði hann álits á framkvæmd og eftirliti með gjaldeyrishöftunum. Það sem gerist þarna raunverulega það að það eru settar mjög víðtækar valdheimildir og þær eru færðar í hendunar á stofnun þar sem var fyrir að fara, það sem var skorti þekkingur raunverulega á því hvernig með skyldi farið svona víðtækar valdheimildir, skorti þekkingu og reynslu til að hafa eftirlit eða framkvæma rannsóknarathafnir. Og reynslan sýnir okkur það að því miður að þá kunnu þeir sem það störfuðu ekkert með það vald að fara. Það sem gerist þarna er að það sett inn í lögin mjög víðtæk heimild fyrir þennan aðila sem á að viðhafa eftirlitið til þess að setja efnisreglurnar sjálfa sem eftirlitið á síðan að byggjast á. Þetta gerir Seðlabankinn með því að setja reglur og breyta þeim síðan eftir því sem framvindur aftur og til mikillar íþyngingar. Þannig að þeir sem eiga að fara eftir reglunum missa fljótlega hafi þeir einhvern tímann haft yfirsýn við það hvað bannað og hvað leyfilegt. Það alltaf verið að breyta þeim? Það alltaf verið að breyta reglunum. Síðan til viðbótar við þetta þá gefur Seðlabankinn eða starfsmenn Seðlabankans út sérstakar leiðbeiningar sem þeir líka styðja sig síðan við þegar þeir meta það sjálfir hvort að menn hafi farið eftir reglunum eða ekki. Allt þessu hefur umboðsmaður Alþingis fundið með mjög afgerandi hætti í bréfaskrifum sínum til bæði Alþingis, til ráðuneytisins og til Seðlabankans sjálfs.
Það sem hann geldur varhug við því að menn viðhafi svona starfshætti við innleiðingu á reglum sem eiga að sæta einhvers konar eftirliti og viðurlögum. Þetta er sama aðilinn að framfylgja reglum sem hann setur sjálfur, en ef við tökum bara dæmi lögregluna, þá framfylgir lögreglan reglur sem að sannarlega aðrir setja heldur en það embætti. Já, það á ekki bara við lögregluna, þetta líka við til dæmis skattyfirvöld. Skattrannsstjóri, svo við tökum embætti sem að flesti sjálfsagt þekkja til. Hann framfylgir reglum sem Alþingi hefur sett. Sama gildir samkeppniseftirlitið. Það framfylgir reglum sem að Alþingi hefur sett. Þarna ertu með eftirlitsaðila sem setur reglunar sjálfur, túlkar þær sjálfur, skýrir þær sjálfur, fyllir þær sjálfur og alltaf síðan að hafa eftirlit með því. Einhverju sem að langlíklegast er að allir nema þá Seðlabanki sjálfur hafa mist sjónar af. Eins og fram hefur komið í máli viðmælenda hefur eftirlit með gjaldeyrisreglum ekki verið nægjanlega markvisst og talsverð gagnrýni beinist að gjaldeyriseftirliti Seðlabankans. Í ljósi þess vaknar spurningum hlutverk eftirlitsstofnana og framkvæmd rannsókna í stjórnsýslu almennt. Til að svara þessu leitaði ég álits Páls Gunnars Pálssonar, forstjóra samkeppniseftirlitsins, og Bryndísar Kristjánsdóttur, skattrannsóknarstjóra ríkisins. Já, samkeppniseftirlitið auðvitað málsvari samkeppninnar á Íslandi. Við erum að fylgja eftir markmiðum samkeppnislaga og við gerum það auðvitað með því að tala fyrir samkeppni, bæði gagnvart atvinnulífinu en líka gagnvart stjórnvöldum. En fyrst og síðast erum við auðvitað líka að gæta þess að fyrirtækin í landinu fara að samkeppnislögum og grípa inn í ef þau gera það ekki. Hlutverk embættis skattrannsóknarstjóra er að rannsaka ætluð brot gegn skattalögum og það er í raun tvíþætt markmið með þessum rannsóknum hjá skattrannsóknarstjóra. Það er annars vegar það að rannsóknir leiði til þess að skattar séu lagðir á að nýju, þannig að þeir séu þá réttir, og hins vegar þá að það sé verið hlutast til refsimeðferð vegna þeirra brota sem upplýst hafa orðið. Og það getur verið með þrenns konar hætti og alvarlegustu brotin fara til héraðssaksóknara sem að þá í framhaldinu gefur út ákæru, en minni brotin eru ýmist afgreidd með sekt hjá skattrannsóknarstjóra eða að skattrannsóknarstjóri fer með kröfu sekt fyrir yfirskattanefnd sem að það úrskurðar það í framhaldinu. Næst spurði ég þau með hvaða hætti embættin sinna þessum hlutverkum sínum og hvort embættunum ber skylda til að tilkynna málsaðilum þegar rannsókn hefst. Já, það er á mörgum stigum málsins. Það er þegar að það tekin ákvörðun rannsókn og það er síðan fá menn yfirleitt skýrslu rannsóknin að senda til sín til andmæla. Þannig þá hafa menn tækifæri til að koma sínum sjónarmiðum og aftur áður en að tekin ákvörðun refsimeðferðina. Þannig að það eru ýmsum stigum mál sem að menn hafa slíka aðkomu og síðan er einhver einasta máli það sem að eru skýrslur teknar af viðkomandi aðilum þá sem sakborningum og hafa þá tækifæri til þess að hafa með sér verjanda ef þeir kjósa svo. Þannig að þetta er aldrei gert án mikillar aðkomu þessum ræðir. Já, við þurfum að reiða okkur á góð tengsl við atvinnulífið. Þannig að þess að þegar við erum að rannsaka mál og þá beinist rannsóknin að einhverju tilteknum fyrirtækjum. Oftast er það rannsókn sem hefst með bréfi. Það er undantekning að þetta sé húsleit eins og þú nefnir. Og síðan gilda stjórnsýslulögin. Þannig að það er gætt mjög að rétti fyrirtækjana til þess að koma sjónarmiðum að framfæri, andmæla og svo framvegis. Og við göngum reyndar lengra heldur en stjórnsýslulögin bjóða okkur að því leyti að við birtum býsna ítarlegt frummat í svoköllu andmælaskjali. Nú rannsókn fer fram og hún leiðir til niðurstöðu þar sem að þið takið ákvörðun annarkvort að ljúka málinu með einhverju sáttagerðsekt eða enga veginn þannig eða þá að það málið er kært áfram. Að samanskapi er þá ekki viðkomandi gert grein fyrir því að leið og svo ákvörðun er tekin? Jú, ákvörðunin er alltaf birt annarkvort með bréfi ef minni ákvarðanir er að ræða eða þá ákvörðun sem að svo heitir. Og er birt á heimasíðunni líka. Oft þá birt fréttatilkynning líka, en þetta varðar venjulega fleiri að fá að vita af þessu.
Næst hitti ég að máli Jafet Ólafsson viðskiptafræðing sem hefur verið áberandi árabil í viðskiptalífi á Íslandi. Gjaldeyrisheftin voru sett á í miklum flýti samkvæmt því sem framkom hér fyrir í þættinum. Ég spurði Jafet aðeins út í álit hans á störfum Seðlabankans, þá einkum eftirliti með reglum gjaldeyrismál. Já, það bara falleinkur hjá Seðlabankanum. Þetta verður svartur blettur á Seðlabankanum í nokkur ár. Það var alveg fáránlegt til dæmis að ráðast á Samherja og Aseta á sínu tíma. Hvernig þau málu voru meðhöndluð með miklu offossi og það svona ekki gott til afspurnar þegar sagan verður skrifuð. Ertu með þess að segja að þú tellir að Seðlabankastjóri sem yfirmaður bankans hefði átt að grípa fyrir í þessu kæruferli gjaldeyriseftirlitsins og jafnvel stoppaður? Já, miklu fyrir. Þetta byrjaði með húsrannsóknir til dæmis hjá Samherja sem var algjörlega tilefnislaus. Þeir hefðu getað náð í þessu gögn með því bara biðja þau. Þannig að menn hefðu átt að sjá að sér miklu fyrir hana. Já, stormur í vatnsglasi. Já. Eins og heyra má Jafet Ólafsson ómyrkur í máli þegar kemur að því að meta vinnubrögð gjaldeyriseftirlits Seðlabankans. Ingibjörg Guðbjartsdóttir var fyrsti forstöðumaður þess eftirlits og hóf störf í september 2009. Hófst hún strax handa við að rannsaka meint brot gegn gjaldeyrishöftum og kom meðal annars fram í fréttaskýringaþættinum Fréttaaukanum í desember 2009 þar sem hún lýsti því hvernig hinn meintu brot voru framin. Við bregðum hér upp stuttu myndskeiði úr þeim þætti. Þeir í rauninni kannski þá að sinna viðskiptum fyrir innlenda aðila og þannig í rauninni aðstoða aðila við að fara í kringum gjaldeyrishöftin. En hvers konar aðila eru þetta? Hvers konar aðila eru þetta? Þetta eru kannski í flestum tilfellum erlend félög sem eru þá stofnuð af innlendum aðilum í einhverjum tilvikum. Þetta eru á leppfélög sem Já, þetta eru í rauninni hálfgeir leppfélög sem eru þá nýtt og eru stofnuð í rauninni í þeim tilgangi að sinna slíkri milligöngu á aflandsmarkaði. Karl Löve Jóhannsson stofnaði fyrirtækið Acerta AB árið 2009 en Acerta-málið sem mörgum þegar kunnugt dregur nafn sitt af fyrsta kærumáli Seðlabanka Íslands vegna ætlara brota á gjaldeyrisreglum sem bankinn setti, samdi og hélt utanum. Upphaf málsins það að ég stofnaði félagið Acerta í Svíþjóð á sínum tíma 2009 en í þessum viðskiptum mínum að þá átti ég meðal annars samskipti og viðskipti við Straumbanka sem að fjallarnir vorið og þar hafði ég kynnst starfsmönnum gjaldeyrisborðsins og sem að urðu atvinnulausir leið og bankinn féll. Datt mér í huga það gæti verið tilvalið að bjóða þessum ágætu piltum að koma til samstarfs við félagið og þeir þáðu það en gerðu það að skilyrði að í ljósi þess að íslenska krónan myndi koma við sögu í þessum gjaldeyrisviðskiptum í Svíþjóð að þá myndi þeir fá til liðs við sig sem ráðgjafa náinn samstarfsmann frá Straumibanka sem heitir Ingibjörg Guðbjartsdóttir og hún varð við því að verða okkar lögfræðilegi ráðgjafi og sinnti þessari ráðgjöf á vormánuðum 2009, 3-4 mánuði var hann okkur til hals og traust með það að setja upp þessi viðskipti og hugsunin hjá okkur var svo að með þessu móti að hafa hana til ráðgjafar að þá værum við að tryggja okkur fyrir því að allt sem snýr að Seðlabanka Íslands væri í lagi. Eins og það lá alltaf fyrir að viðskiptin fóru fram í Svíþjóð þannig að við vorum í aðallega sambandi við sænska fjármálaeftirlitið varðandi starfsleyfi og annað slíkt. Nú þarna seinna haustið þá ræður hún sér til Seðlabankans og er ráðinn forstöðumaður gjaldeyriseftirlits. Var ykkur kunnugt það þegar það skeiði? Það kom upp þarna vorið 2009 að Seðlabankinn var að leita eftir lögfróðum manni sem þekkti vel til gjaldeyrisregluna Seðlabankans. Og hún eftir sitt starf fyrir Straumbanka þekkti þetta náttúrulega mæta vel og var náttúrulega aðalástæðan fyrir því að við leituðum til hennar aðstoð varðandi ráðgjöf. Þannig að við fögnuðum því mjög þegar hún fékk þetta starf hjá Seðlabanka vegna þess að við töldum að með því að hún væri komið þangað sem okkar aðalráðgjafi að þá væri alveg ljóst að ef hún teldi eitthvað athugavert til okkar viðskipti þá myndi hún láta okkur vita að stöðva það áður en að Þið fíluðu ykkur bara mjög örugga í þessu? Fullkomlega örugga. Já. Nú satt Ingibjörg Guðbjartsdóttir fyrir svörum í fréttaskýringaþætti
2009 í desember. Kristinn Hrafnsson stýrði og við bræðum hérna upp mynd af. Og hann var að spyrja hana meðal hans út í ýmis meint brot á gjaldeyrisreglum og vissir þið að þessum þætti á sín tíma? Já, ég sá þennan þátt og Ingibjörg hafði aldrei haft neitt samband við okkur varðandi þessi viðskipti. Nei. Og hennar þögn það, hafandi verið okkar ráðgjafi, var ekki okkar hálfu túlka á neinn annan hátt heldur en að hún væri fullkomlega sátt við þessi viðskipti. En þið gerðu ykkur engan veginn grein fyrir því að hún var jafnvel að tala ykkur? Alls ekki. Það kom hvarflega ekki að mér að hún var að tala okkur. Við vorum náttúrulega ekki í neinum samskiptum við hennar nánast eftir að hún byrjaði að vinna hjá Seðlabankanum. En hins vegar náttúrulega viss hún allt okkar viðskipti og þekkti þau í þaula áður hún fór að vinna fyrir Seðlabankann. Hvenær vissuð að þið væruð til rannsóknar hjá yfirvöldum? Það var ekki bara fyrir en daginn sem við vorum handteknir. Þá kem ég upp á skrifstofu og mæti þar fjölda fólks og þar stígur fram maður sem kynnir sig segist vera frá efnahagsbrotadeild ríkislögreglustjóra og þarna sé að fara fram búslit vegna gruns brot á gjaldeyrisreglum Seðlabankans. Og hann rétti mér bréf með bréfhaus Seðlabankans og undirritaði Ingibjörgu. Hvernig var þið við það þegar þú sást þetta? Mig rak í rogastans þegar ég sá þetta og trúði ekki mínum eigin augum. Fyrirgefðu, manneskja sem þið eru búin að vera í samskipti við skilda rétt sem að þínu mati var að ráðleggja ykkur og þið að reyna að leitast við að fara eftir hennar ráðum. Já. Hún starfsmaður Seðlabankans og hún stendur raun og vera á bak við handtöku. Ef ég skilda rétt þetta ferli, er þetta rétt svona? Þessi húsleit og handtaka á okkar leiti beint að þessu bréfi sem að hún sendir sjálf til lögreglunar og kærir okkur fyrir að hafa brotið gegn þeim reglum og lögum sem hún var sjálf að ráðleggja okkur nokkrum mánuðum áður. Já, ég benti lögreglumannum að forsvarsmanni rannsóknarinnar strax á þetta að þetta væri nú einkennilegt að svona aðgerðir væri að fara fram á grundvelli bréfs frá lögmannunum sem hefði verið okkar ráðgjafi við uppsetningu á þessu viðskiptum og það kom mikið fát á stjórnanda rannsóknarinnar út af þessu en það var bara því miður og seint benda honum á þetta vegna þess að á sama tíma fór fram blaðamannafundur hjá ríkislögreglustjóra þar sem Ingibjörg satt fyrir svörum varðandi þessa kæru hennar ásamt Gunnari Andersen sem þá var forstjóri fjármálaeftirlitsins og Helga Magnúsi sem var saksóknari efnahagsbrotadeildar. Eftir þennan blaðamannafund sem var haldinn þarna í lok janúar 2010 þá gerðist ekkert í 2 ár. Við vorum aldrei kallaði til skýrslutöku og það var bara eins og málið hefði dáið. Sem sagt ekkert aðhafst í 2 ár. Nú gerum við stuttlega vegna auglýsinga en farið ekki langt því hér rétt á eftir komumst við að því hvað var að gerast á bak við tjöldin. Við höldum nú áfram umfjöllun okkar gjaldeyriseftirlitið. Í lok ársins 2010 fór að bera á gagnrýni á reglum gjaldeyriseftirlitsins og rataði svo gagnrýni inn á Alþingi. Það sem merkilegt við þær reglur allar er að málsmetandi menn sem hafa skoðað þessar reglur hafa varpað fram spurningum það og haft uppi fullyrðingar að gjaldeyrisreglur Seðlabankans styðjist ekki við viðhlítandi lagastoðir. Og ég fæ ekki skilið þetta frumvarp öðruvísi en svo að nú eigi og nú ætli ríkisstjórnin að reyna að skjóta styrkari stoðum undir þær reglur sem að Seðlabankinn hefur sett og framfylgt en það kann að vera of seint. Þetta kann að leiða til þess, virðulegi forseti, að þau refsimál sem höfðuð hafa verið vegna meintra brota á gjaldeyrislögunum falli niður og kunna að baka íslenska ríkinu skaðabótaskyldu hafi þeim verið beitt til þess að koma í veg fyrir viðskiptagjörning og ég óska eftir því að þessi atriði verið sérstaklega tekin til athugunar í háttvirtri efnahags- og viðskiptanefnd. Í bókinni Gjaldeyriseftirlitið er fjallað fund sem haldinn var í innanríkisráðuneytinu 14. febrúar árið 2011. Þar sátu auk ríkislögreglustjóra og fulltrúa frá ráðuneytinu þeir Hreiðar Eiríksson, yfirmaður rannsókna hjá Gjaldeyriseftirliti Seðlabankans og Valtýr Sigurðsson, þáverandi ríkissaksóknari. Ég hitti þá báða málu og spurði nánar út í þennan fund. Þetta var svona verið að fara yfir
efnahagsbrotdeildina og hvernig hún var í stakk búin til þess að afgreiða mál, meðal annars gjaldeyrismálin. Það var búið að vera erfitt ástand þarna og Sigríður Elsa Kjartansdóttir sem var hjá ríkissaksóknara, hún hafði verið fengin og send þarna til þess að svona, fara yfir stöðuna og búin að vera þarna í mánuð þegar fundurinn var haldinn. Já. Kemur einnig fram í bókinni, svo ég vitni hann áfram, að refsiheimildir í málum vörðu brot og gjaldeyrislögum væru of veikar. Er það rétt skilið? Já, við vorum að fara yfir svo sem bara kannski mátti búast miklu fjölda svona mála og bara almennt stöðudeildarinnar þegar þetta kom fram. Vísaðum að heyrt þetta svona í blöðum en það að heyra þetta frá kæranda sjálfum var svolítið, hann brá svolítið við það. Ég bar svo ummæli Valtýs undir Hreiðar Eiríksson. Já, ég get staðfest þetta að ég hafði meðal annars lagt vinnu í það að kanna dóma reglur stjórnvaldsfyrirmæli sem áttu að beita þessari refsiheimild. Og það voru þarna hæstaréttardómar sem að ollu því að ég hefði svona efasemdir að þetta geti gengið, meðal annars dómur sem kallaður gaffaléttardómurinn. Og í stuttumáli þá segir hann að reglur sem að lægra sett stjórnvald setur geti ekki orðið refsiheimild. Það sé ekki heimild að framselja lagasetningarvald til setninga á reglum sem refsingar liggja við til lægra sett stjórnvald. Og af þessu hafði ég vissar áhyggjur. Nú, það kemur jafnframt fram að á þessu fundi hafi Hreiðar Eiríksson, sem var þáverandi forstöðumaður rannsókna hjá gjaldeyriseftirliti Seðlabankans, sem sagt lagt til að Aserta málið yrði bara lagt niður. Jafnframt kemur fram í bókina Haraldur Jóhannesson, ríkislögreglustjóri, hafi lagst gegn því þar sem að það líti illa út fyrir embættið ef að málið yrði fellt niður. Getur þú staðfest þetta? Já, þetta getur staðfest. Þetta, sem sagt, Hreiðar lét þessa skoðun í ljós og það að, kærandi telji refsiheimildirnar óglöggar náttúrulega mjög sérkennlegt. Þetta það eitt að ef það eru óglöggar þá þarf náttúrulega bara að skoða það. En það að bregðast við með þessum hætti sem að yfirmaður embættisins gerði, að það kæmi ekki til greina þar sem það liti illa út fyrir embættið, það var náttúrulega alveg hreint að mínum að þið bara náðu ekki nokkur átt. Á svipuðum tíma og umræddur fundur Valtýs og Hreiðars átti sér stað var annar fundur haldinn í efnahags- og viðskiptaráðuneytinu þar sem starfsmenn ráðuneytisins ásamt Ingibjörgu Guðbjartsdóttur ræddu hvernig svara skyldi gagnrýni umboðsmanns Alþingis meðal annars á lagastoð reglna gjaldeyriseftirlitsins. Í minnispunktum frá fundunum kemur meðal annars fram að Ingibjörg telji varasamt að upplýsa umboðsmann þau atriði sem hugsanlega þurfa að endurskoða, slíkt megi túlka sem viðurkenningu af hálfu stjórnvalda. Víkjum nú aftur að Aserta-málinu. Hér fyrir í þættunum kom fram í máli Karls Löve Jóhannssonar, eins af hinum meintu sakborningum, að ekkert hefði gerst varðandi rannsókn málsins í 2 ár, en við höfum þegar fengið nokkrar skýringar eftir viðtöl við þá Valtýs Sigurðsson og Hreiðar Eiríksson. Ég spurði Karl hvernig þetta sneri við þeim félögum í Aserta. Það var mjög bagalegt vegna þess að allar okkar eigur voru kyrrsettar þegar við vorum handteknir. Húsnæði, lausafé, allt saman. Það var allt kyrrsett. Á sama tíma virtist engin gangur verið rannsókn. Þannig að við kærðum þetta til dómstóla og Hæstiréttur felldi kyrrsetningarnar úr gildi í janúar 2012. Þá hefði mátt ætla að miðað við dómsniðurstöðu Hæstaréttar að ákæruvaldi myndi þá annaðhvort fella málið niður eða gefa út ákæru án frekari tafa því að dómurinn deildi mjög á þennan drátt á rannsókn málsins. En hvorugt gerðist og ekki að heyrðist neitt frekar frá rannsakendum fyrir mitt sumar 2012 en þá hafði Morgunblaðið fjallað þetta mál í opnu grein. 2 dögum seinna
kom símtal frá sérstökum saksóknara sem þá var komið með málið og við vorum þá boðaðir til skýrslutöku í fyrsta skipti frá því að málið hófst 2,5 ára áður. Síðan vorum við kallaðir aftur til skýrslutöku undir lok þessa sama árs og ákæra var síðan gefin út í mars 2013. Já, þá hófst þetta ferli fyrir dómstólum og því lauk síðan með sýknudómi í héraði í desember 2014 og ríkissaksóknari áfrýjaði þeirri niðurstöðu til Hæstaréttar í janúar 2015 og raunar beið alveg fram á síðasta dag áfrýjunarfrests og síðan heyrðist ekkert meira það. Heilu ári seinna að þá voru okkur farið að leiðast þetta þóir og það voru 6 ár liðin frá því að málið hófst og virðist engin vilji vera til að klára það. Þannig að við kærðum þetta til umboðsmanns Alþingis. Við kærðum þennan drátt á málsmeðferðinni til umboðsmanns Alþingis og í kjölfara þessarar kæru til umboðsmanns að þá sendi umboðsmaður fyrirspurn til ríkissaksóknara og það næsta sem við vissum var það að ríkissaksóknari felldi málið niður. Féll frá áfrýjunum. Já, hvenær það tilkynnt? Það í febrúar 2016. Febrúar 2016, það eru rétt rúm 6 ár liðin frá því að þið voru handteknir og síðan kærðir í kjölfarið. Hvaða lærdóm getum við dregið svona landsmenn af svona ferli þegar að opinberir starfsmenn eru árum saman að velkjast í svona ferli og það kemur ekkert út úr? Þarna náttúrulega verið að fara mjög illa með almannafé og í þessu tilfelli þá er það mín skoðun að þarna hafi verið að ræða einhvers konar miðaldaréttarfar þar sem að einhverjir einstaklingar eru teknir og settir í gapastoknir á Lækjartorg öðrum til viðvörunar. Niðurstaða málsins skiptir raun og veru ekki máli, það lá alltaf fyrir þessi viðskipt höfðu farið fram erlendis. Það virtist ekkert skipta neinum máli sú staðreynd að íslenski Seðlabankinn getur ekki sett reglur sem gilda í útlöndum og íslensk lög gilda aðeins hér á landi en ekki viðskipti annar staðar. Og mér finnst að íslenskir embættismenn þurfa nú að axla ábyrgð eins og kollegar þeirra erlendis gera nú yfirleitt þegar svona gerist. Karl Löwe telur að einu gildi hvort menn séu sekir eða saklausir, engin miskunn sé sýnd af hálfu Seðlabankans. Nú að lokum skulum við hlýða á brot af samtali Seðlabankastjóra og Þorsteins Más Baldvinssonar, forstjóra Samherja, þar sem málefni Asertamanna bar á góma. Og framvegis alveg nóg. Og það kannski sýnir líka hugðin þó að sagði að Asertamenninni sem búið að taka nánast lífið af. Við byrja með blaðamannafundi sem fáheyrður andskoti. Að þeir hafi bara verið svona heppnir. Það kannski sýnir hugðin í þessum málum. Nei, auðvitað voru þeir það. Því að það hefur engin efast það að ef að reglugerðin sem að við töldum vera í gildi hefði verið í gildi, að þá hefði það mál farið öðruvísi. Já, þannig þetta stundum með hugtökin ef og hefði. En við ljúkum atvinnulífinu þessa vikuna hér fyrir framan húsnæði Seðlabankans og hlökkum til að sjá okkur í næstu viku þegar við höldum áfram umfjöllun okkar gjaldeyriseftirlitið. Þennan þátt eins og alla þætti okkar Friðþjófs Helgasonar má nálgast á heimasíðunni hringbraut.is.